Fossálsi 13. Komið sæl hér á yfirlitskortinu sem gildi klukkan 12 hádegi í dag að við sjáum svona þessa kunnulegu stöðu búið að vera upp á teiningum hjá okkur undanfarið. Það eru lægðarsvæði hér austur á landinu og síðan nokkuð öflug hæð yfir Grænlandi og þessi kerfi beina hér kaldri norðanátt til okkar. Eina sem að gerast núna sem svona einhver tilbreyting það að myndast hér lægð hér vestur af landinu. En hún hefur svo sem ekki mikil áhrif á okkur, svona úrkoma frá henni á ekki að ná til okkar. En, og svo það sem gerist að það lægi smá saman fyrir austan. Búið að vera nokkuð stíf norðanátt þar og skafrenningur og ábyggilega erfið færð, svona fjalllegum á þeim slóðum. En svona stendur aðeins til bóta næsta sólarhringinn. Sjáum mikil kuldi hér hjá okkur og lengst suður eftir búið að kólna mikið hér í Evrópu og það ekki mikil breyting þar á. Sjáum að kólnar kannski enn frekar í Evrópu svona næsta sólarhringinn ef eitthvað Þetta staðan þó undir kvöld. Sjáum að þétta þrýstilínur hér austast á landinu og búið að blása það nokkuð hraustlega. En það svona dregur smá saman úr vindi svona til morguns og ætti nú að vera mun skaplera fyrir austan á morgun. En vestan til landinu hægur vindur og jafnvel léttskýjað víða. Það þýðir að verður mikil útgeislun í nótt og þar leiðandi hörku frost og má alveg reikna með að verði tekist á frosttölur svona inn til landsins víða vestan til landinu. Við sjáum þarna í bakkan frá lægðinni sem ég myndist á. Svona svona óþægilega nálægt en samt ætti nú að sleppa. Sjáum svo það dregur aðeins úr éljum svona smá saman í nótt og í fyrramálið en síðan koma aftur hér ykkur éljabakkar seinnipartinn inn á landið en annars nokkuð bjart víða hér sunnan og vestan til á landinu. Og sjáum þá sveimi hér fram á annað kvöld. Hins var þurrt og bjart víða hér sunnan heiða. Og við spólum svo fram á föstudaginn þá á að myndast hér einhver bakki hér við suðvestur hornið en þá óvissa með hann þannig að það þarf svona kannski líklegt að þetta eigi eftir að breytast eitthvað. En sjáum til með það, sjáum að ef að hann myndast þá á hann að þokast svo til vesturs og suðvesturs svona það líður á daginn en það verður svona meira og minna skýjað þá allavega hér á suðvesturhorninu en annars ætti nú að sjást í sólar hér og þar hér sunnan og vestan til landinu en síst þá hér á norðaustur á norðaustan verður landinu. Stöku svona él áfram í þessu og fremur kalt. Sjáum hér bakkagangi yfir en á laugardaginn og þá verður vaxandi norðaustanátt óveðurslægð að myndast hér suður í hafi sem að stefnir á Bretlandseyjar vaxandi norðaustanátt hér sérstaklega hér við suðausturströndina. Við sjáum hér komið stormstyrkur á miðunum og verður líklegast hvassviðri þó að þessar vindafílur sýna það ekki þá verður líklegast hvassviðri við ströndina þetta leyti. Ágætisveður samt sem áður annars staðar stöku él kannski norðaustan til áfram en úrkomulítið og nokkuð bjart víða hér vestanlands. Sjáum hér óveðurslægðina, hún svona stefnir svona í átt til austurs. Við verðum þá í góðum málum á sunnudaginn líklega og stöku él kannski hér austast en gæti sést í sólarhjörs á suðvestan til, annars úrkomi lítið og áfram fyrir með kalt. En í Evrópu þar sjáum við hér nokkuð myndarlega lægð sem stefnir í áttina að Frakkland með mikla úrkomu og óveðri og verður mjög hvasst sérstaklega sunnan til. Þetta úrkomsvæði stefnir svo í áttina að Ölpunum og Sviss og verður líklegast einhver talsverð snjókoma þar. Norðanátt og éljagangur Bretlandseyjum og víða svona snjókoma hér í Svíþjóð og Finnlandi. En ágætis veður á Íberíuskaga. Í Bandaríkjunum þar lægð hér yfir vatni miklu og sveimi og dregur hér kalt loft hér langt til suðurs, mikil úrkomi hér í norðausturhlutanum og talsverð
úrkoma er vantarlega í New York. Látum þetta gott heita. Verið sæl.